Velkomin á samkomið. Við ætlum að fá tilkynningar ef einhverja með það er. Það tilkynnist hér með að það er engar tilkynningar. Velkomin á Jónat samkomi, gaman að sjá okkur í kvöld. Ég ætla að rísa á fætur, við ætlum að biðja. Það er alltaf gott að biðja. Leita Guðs með allar okkar kringumstæður, sama hvað það er. Og eins og við segjum alltaf, þá erum við öll með eitthvað bænarefni á okkar hjarta. Og við fáum alltaf bænarefni hver einustu viku. Svo þegar maður rekur áfangaheimili með 67 alkoholistum, þá er alltaf fullt af bænarefni. Og þegar ég halda heimilunum upp í bæn. Og þetta getur verið mjög þungt oft. En við skulum biðja. Drottinn minn, bara þökkuð fyrir náð þína, miskunn þína. Þökkuð fyrir trúfesti þína, Drottinn. Þökkuð fyrir að þú ert alltaf til staðar fyrir líf okkar. Við viljum að leggja líf okkar í þínar hendur núna, Drottinn, í kvöld. Við viljum bara lyfta upp öllum þeim bænarefnum sem eru okkar hjarta. Hvort sem það eru við sjálf, ættingjar okkar, vinir, sama hver það er, Drottinn. Við biðjum sérstaklega fyrir þeim sem eru ennþá úti og þjást og kannski eru hér í kvöld líka, Drottinn. Og þú megi bara snerta við hjarta þeirra. Leyfum að finna að þú ert með þeim, þú ert trúfast, þú ert góður, þú ert yndislegur, þú ert hjálpsamur, þú gefur líf og líf í fullri gnægð. Takk fyrir, Drottinn, að þú leitt okkur úr myrkri inn í ljós, úr dauða inn í lífið með þér, Drottinn. Ég bið þig, Faðir, að við mögum vera vitnisburður um hver þú ert, hvar sem við förum. Og við þurfum ekki alltaf að geppa orðin, heldur við mögum lifa þig, Drottinn, og vera eins og þú, líku þér, Drottinn, í Jesú nafni. Amen. Amen. Já, við erum að vera duglega að biðja. Ég er búinn að finna það svo sterkt. Það er rosalega erfiði tímar, bara á mörgum vígstöðum. Stundum veit maður ekki hvert heimurinn að fara. Hann er náttúrulega bara highway to hell eins og einhver söngvari sagði í gamla daga. Og það er bara að gerast í dag. Og það er alltaf mikilvægt að við höldum utan hvort annað og hjálpum og styðjum hvort annað. Það er gaman að sjá svo mörg andlit sem eru hér í dag. Ég var að hugsa þetta bara þegar ég var leiðin einn upp yfir. Þessi tími sem við byrjuðum 2011 með samkomundar og sjá svo mörg líf sem segja fólk sem hefur eignast lífið að nýju úr myrkri og inn í þetta ljós sem hann er. Og ég ætla að tala aðeins þetta í kvöld góðmennsku Guðs. Ég var að lægja því, ég var að spyrja Arna hvort að The Goodness of God myndi vera sungið í kvöld og það ætlaði þau að gera. Inga mín, takk fyrir það, elskan. Og því ég ætlaði einmitt að predika út frá því lagi, af því það segir svo ótrúlega margt bara. Síðan tókum við samskot. Ef þið viljið taka þátt í starfinu, þá er pósið inni í sjoppunni og síðan eru fötur hérna aftast. Gott að gefa inn í starfið. Við reynum að vera til staðar. Við vorum að hjálpa ungri stúlkur bara í síðustu viku hluti sem hún hefði ekki ráðið við sjálf og við komum inn og gripum inn í þar kringumstæður með hjálp. Bara þakka fyrir.
but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Fear has no choice but to bow. Chains have no choice but to break. Shame has no choice but to leave in your presence. Let the Spirit rise up and break through the walls and beat down the doors and crash through the windows and cover the earth, the earth, the earth. Let the Spirit rise up and break through the walls and beat down the doors and crash through the windows and cover the earth, the earth, the earth, the earth. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have
'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hver kynslóð eftir kynslóð krjúpa mun í lofgjöf, lofar alveg látlaust til lambi Guðs. Og þau sem undan gengu og þau sem trúfá senn, lofa alveg látlaust til lambi Guðs. Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn ofan öllu allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn ofan öllu syngur himins vel. Helgur allt sem skapaði, helgur hátt upp hafin er, helgur eilíf. Þúsund frið og frelsi og fyrirgefning fannst, lofa alveg látlaust til lambi Guðs. Þúsund frelsið hefur fyrir Jesú nafn, lofa alveg látlaust til lambi Guðs. Við lofum alveg látlaust og með syngur himins her. Helgur allt sem skapaði, helgur hátt upp hafin er, helgur heitir lofsöngin, helgur heitir konunginn, helgur nú vandinn Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn
það mesta þitt nafn, það ofar öllu. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur þitt nafn, það ofar öllu. Þitt nafn það æðsta, þitt nafn það mesta, þitt nafn það ofar öllu. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur þitt nafn það ofar öllu. Syngur himins her, helgur allt sem skapaði. Helgur hátt upp hafinu, helgur heyrðu lofsönginn. Helgur hittum konunginn. Helgur þú andinn. Þú Jesús mælir, syngur himins her, helgur allt sem skapaði. Helgur þú aldir helgur, helgur eilíf. Heyrðu lofsönginn, heyrðu lofsönginn. Helgur hillum konunginn. Helgur þú aldir helgur, helgur eilíf. Syngur himins her, syngur himins her. Helgur allt sem skapaði. Helgur þú aldir helgur, helgur eilíf. Heyrðu lofsönginn. Helgur hillum konunginn. Helgur þú aldir helgur, helgur eilíf. Þú aldir helgur, helgur eilíf. Þú aldir helgur, helgur eilíf. Halleluja. Amen. Þvílík. Það er svo yndislegt að vera í nærveru Guðs. Finnst ykkur það ekki? Það að taka borðið með mér. Halleluja. Ég hef ekki verið núna á, ég held að sé 3 ára sangbómur, sko. Ég var komið frákvörð bara. Og maður finnur það sterkt þegar maður fyrir svona í burtu að hversu virði það er að eiga svona samfélagi eins og við eigum hér. Og hversu nauðsynlegt þetta er á þessum tímum sem við lifum í dag.
Við vorum að tala áðan að við lifum á hræðilega erfiðum tímum hjá mjög mörgum. En það svo magnað sem það nú að mitt í þrengingunum þá það nú þannig að þeir sem þekki Jesú Kristu hafa tekið á móti honum inn í sitt líf. Þá reynist þetta kannski meira að vera svona sem verkefni heldur en eitthvað annað. Af því það alltaf sigur í öllum kringumstæðum. Og ég oft hugsa það på síkasti að maður hefur nú verið á þeim stað sem ég var árið 2010 og lifa það á tíma sem við lifum í dag. Vitið það verður erfiðara og erfiðara fyrir fólk að velja Krist eftir sem að líður á tíman. Það svo margt í boði og það svo mikið fals sem í boði. Svo ég hveti þig að þú ert hér í kvöld og hefur ekki tekið þetta skref að trúa að það máttur sem getur gert þig heilbrigðan nýju sé drottinn Jesús Kristur. Og það trúin og það eina leiðin inn í himininn. Hann höfundur og fullkomnari trúarinnar. Ég setti niður svona örlítið að þegar hún spilaði þetta yndislega lag og við vorum að syngja það The Goodness of God og maður finnur það líka þegar þetta lag sungið og maður finnur það á salnum. Það kemur eitthvað von og maður finnur að þáttakan verður svo mikil í söngnum og það svo gott að játa fram þessi orð. Ég sneri þessu aðeins yfir á íslensku að ég elska þig drottinn, miskunn þín bregst mér aldrei. Alltaf hef ég verið í höndum þínum, allt frá því augnablikki sem ég vakna, þangað til ég legg höfuðið að kvöldi. Mun ég syngja gæsku þína, Guð. Vegna þess að allt mitt líf hefur þú verið trúr og allt mitt líf hefur verið svo góður. Með hverjum andardrætti sem ég get mun ég syngja gæsku þína, Guð. Ég elska að heyra rödd þína. Þú hefur leitt mig í gegnum eldinn og á dimmustu nóttum mínum ertu alltaf nálægur sem engin annar. Ég þekkti sem föður, ég þekkti sem vin. Ég hef lifað í gæsku þinni, Guð. Þetta náttúrulega geggjaður texti. En þetta líka bara svo mikill sannleikur. Að Guð elskaði okkur að fyrra bragði. Hann elskar þig. Hann þráir að koma inn í lífið. Hann þráir að breyta kringumstæðum í lífinu ef það eitthvað sem þarf að gerast í þínu lífi. Og ég trúi því að við séum öll á þeim stað. Ég þarf á honum að halda hverjum einasta degi. Ef það líður eitthvað dagur sem ég tel mig ekki þurfa á honum að halda, þá þarf ég að endurskoða á hvaða stað ég Ég þarfnast hann á hverjum einasta degi. Og ég búinn að eiga bara töluvert. Ég var að segja við hana, Guðrúnu yndislegu Ágústu, að ég búinn að eiga svona erfiðan dag svolítið í dag. Já, þú veist, erfiðan, hann ekkert svona líkamlega, en maður verður svona pínulítið andlega þreyttur. Og það sem ég starfa við og stundum kannski ekki alveg stundum verður maður fyrir framkomin sem mann finnst maður ekki eiga skilið sko. Og það náttúrulega bara þá ég búinn að gleyma því hvernig þessi sjúkdómur alkohólismi og maður verður stundum svolítið leiður og það bara allt í góðu lagi en þá líka gott að komast á samkomi eins og hér í kvöld og leiður við sungum þetta lag áðan þá fann ég að allt þetta fór þessi þungi, þessar virðar að því ég þarf ekki að bera það Guð mun gera það og Guð hefur gert það allt mitt líf og gegnum allt okkar starf með draumasveitir þá það Guð sem hefur haldið okkur og haldið bara lífi í okkur tíma af því að það sem við höfum þráð að gera í þessu starfi í United starfinu og í draumasveitirinu það að vera til staðar fyrir aðra það að reyna að vera til staðar fyrir fólk sem þarf á því að halda og flest þurfum á því að halda. Eitt alveg öruggt að við þurfum á samfélagi að halda. Samfélagi með öðrum trúum. Samfélagi sem boðskapur friðar og frelsis, elsku og kærleika, vináttu, uppörvunar, styrk og fólk finnir sér tilheyra. Það það sem þetta fjallar í dag. Öll þráum við að tilheyra. Og ef þú ert hér í kvöld, þá tilheyrur hér. Þú ert einn af okkur. Við erum eitt saman. Það engin fremstu með að jafningja hér. Ekki einn einasti maður, ekki ég heldur. Það engin sem eitthvað meira heldur en annar.
það sem við viljum fyrst og fremst gera, við viljum búa til samfélag. Stundum hefur verið talað um að Unity sé svolítið skipulagt kaos og það bara þannig vil ég hafa það. Þannig á það að vera. Það á bara að vera svolítið skipulagt kaos. Það á að vera þannig að markmiðið aðeins eitt. Að það komi fyrst að við elskum hvort annað. Það komi fyrst að við höldum utan hvort annað. Og síðan getur allt hitt komið á eftir. Hvort við eigum rosa flott samfélag, hvort við eigum með rosa flotta lofgjörð og alla þessa hluti. Auðvitað það þannig að lofgjörðin þannig að hún hjálpar okkur að opna hjarta okkar. Til þess að orð Guðs megi koma inn í líf okkar. Og stundum heyrir mann og ískriði þegar hjartaðar opnast, að það hefur ekki opnast lengi. Og það það sem við viljum sjá með líf okkar. Við viljum sjá hjarta okkar opnast til þess að Guð getur komið inn í það verk sem hann þráir að gera í líf okkar. Hann þráir að reisa okkur upp. Við eigum ekki að þurfa að vera döpur. Við eigum ekki að þurfa að vakna á morgnana með kvíða og ótta, hræðslu og vanmáttarkennd. Það bara tilheyrir okkur ekki og á ekki tilheyrir okkur. En hvernig getum við unnið? Ég ekki að dæma neitt sem á þeim stað. En það getur verið svona aðvörunarmerki um það. Kannski þurfum við að leita Guðs meira. Við þurfum að lesa, við þurfum að biðja. Og fyrst og fremst það bænin sem andadráttur trúarinnar. Það andadrátturinn í öllu okkar lífi. Það bænin. Og eiga þennan árnaðamann á himnum sem Kristur að það náttúrulega magnaður hlutur og svo gott. En til þess að virkin í líf okkar þá þurfum við að byggja upp undir trú okkar. Ekki bara það ef Guð gerir, ef þetta gerist þá mun ég trúa. Við trúum bara á þess að efast. Það alveg sama hvað gerist í líf okkar, við trúum án þess að efast. Og það getur stundum verið svolítið erfitt. En ég allavega búinn að vera svo sjóaður í þessu og búinn að fara svo margar kollvarpur í mínu lífi og þú veist búinn að vera kirkjunamaður í 10-12 ár og detta í það og hverfa í burtu í 10 ár og koma svo tilbaka aftur. Og þú veist, ég búinn að fara alla þessa leið, ég búinn að prófa allar sérleiðir sem hægt að finna og þær virka ekki. Ég enda alltaf út í móa, það alveg sama hvað ég reyni. Og ég held mjög að það eitt hlutin í bænun okkar það að biðja Guð að leiða okkur áfram í því sem hann hefur fyrir okkur. Skilur, ekki það sem við viljum endilega gera, heldur það sem hefur fyrir okkur. Og ég var að tala á samhjálparsamkomu á 15, það var alveg geggjað, sko. Þegar ég hveti ykkur til þess að koma á 15, það var alveg magnaða stundir. Og þá var ég mitt að tala um hvað við verum að byggja líf okkar á, hvað það sem við byggjum líf okkar á. Og reiðin og biturleikinn og allir þessi neikvæð hluti sem ekki vera í líf okkar. Heldur það að það sé kærleikur sem skín frá okkur. Það sé gleðin sem skín frá okkur. Það fyrirgefningin sem í líf okkar. Að við fyrirgefum að fyrrabragði. Að við tökum á móti fyrirgefning frá fólki. Við látum ekki reiðina byggja okkur upp. Við látum ekki í þennan ótta sem í líf okkur. Við látum bara ekki taka stjórnina. Við byggjum líf okkar á góðum steinunum eins og kemur fram í Galaterbréfinu 5. kafla ávexti andans. Það ávextin sem við viljum hafa inn í líf okkar. Öll okkar lífi. Ég ætla að lesa nokkuð vers hérna sem mér svo magnaður. Í sálmarnir náttúrulega magnaðir. Í sálmi 100 stendur náður og miskunnsamur drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Hann þreytir eigi deilur aldur og eigi eilvilega reiður. Hann hefur eigi breytt við oss eftir syndum vorum og eigi goldt oss eftir miskjörnum vorum. Hann ekki að draga okkur til ábyrgðar fyrir það sem við höfum gert af okkur og það sem við erum að gera af okkur. Hann náðarinn af Guð og hann náðina fyrir okkur nýja á hverjum einasta degi fyrir líf okkar. En auðvitað þurfum við að læra. Við þurfum að læra þegar við erum að brjóta af okkur. Við þurfum að læra að ganga annan veg. Við þurfum að læra að segja fyrirgefið þegar við erum brotið af fólki. Eins og ég segja oft til fólk þegar kemur að því að við tökum á móti Jesú Kristi í líf okkar. Við frelsumst og eignumst þetta líf. Við eignumst þessa fullkomnu fyrirgefningu frá himninum. Jesús hefur fyrirgefið okkur alla hluti. Hann dó á krossinum fyrir allar okkar syndir og sjúkdóm og allt það sem við erum að berjast við. Þetta var allt neglt á krossin. Það keyrðist í gegnum holdið hans kolrikaða nagla fyrir alkoholismann, fyrir afbrotin okkar og fyrir allt sem við höfum gert. Og við eigum þessa fyrirgefningu og við erum réttlætt frammi fyrir honum. Og það þurfum við að læra og trúa. En svo bæti ég alltaf við sem mjög mikið að bæta við að afleiðingar neslurnar okkar, þeir eru kannski ennþá hérna úti. Þau eru meðal, það kannski mamma og pappi eða eiginkona, börnin okkar, fólki sem við höfum kannski brotið á. Og þá byrjar þessi spennandi tími, það að fara til fólks og biðja fyrirgefningu. Alveg eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið okkur.
Og það bara mjög mikilvæg hlutir við ætlum að ná áfram. Og ég var að segja ykkur áðan að bara með allt okkar líf, allt sem við höfum í kringunum okkur, það hreinleikinn, hann í öllu, það ekki bara hreinleikinn í líf okkar, í gjörðum okkar, heldur bara í kringum okkur líka. Og það var það sem gerði mig svo sáran og leiðan í dag, að það var umgengnin okkar, hvernig við göngum hvernig við höfum í kringum okkur, hvernig við þrífum okkur sjálf. Allir þessi hlutir skipta svo gríðarlega miklu máli fyrir líf okkar að við ætlum að ná árangri. Að það við hugsum okkur sjálf, að við vöknum á mótnana, förum ekki að sofa miðan nætur, heldum búið til líf sem eðlilegt líf. Við vöknum og hressa kátir nýjan dag, tilbúin í ný tækifæri sem Guð með fyrir okkur. Guð ætlar að leiða fram fyrir okkur fólk sem þarf á sannleikanum og vitnisbörnum okkar að halda. En til þess að Guð getur notað okkur því, þá þurfum við að vera þeim stað að við höfum eitthvað fram að bjóða. Og það það sem sá staður sem ég langaði að vera á. Mér langar að vera á þessum stað þar sem að Guð getur notað mig í öllum kringumstæðum. Að líf mitt megi endurspegla kristni eins og ég alltaf að segja. Ekki bara með orðunum mínum, heldur með gjörðum mínum. Hvernig ég kem fram við fólk, hvernig ég tala fólk og hvernig ég reyna að umvefja fólk. Og það það sem við þráum að gera hér. Það að elska fólk, elska þig. Og leyfa að finna að þú ert réttlæt. Og út í réttlæti framfyrir Guði. Sama hvað. Allt sem þú búin að gera. Öllum myrkva verkin sem að ég framdi í gegnum mína neyslu og bara ljóti hlutir sem að og auðvitað þegar maður þreytist og búin að brjóta svona þetta náttúrulega umhverfi sitt. Það gerir maður með því að vinna mikið eða sofa lítið, að við mögum ekki brjóta þetta náttúrulega umhverfi sem við erum með. Því það það sem óvinnun kemst inn til þess að hvísli eyrun á þig, manstu þetta, manstu þú gerði þetta, manstu þú gerði hitt. Nei, ég man það ekki. Guð tók það og hendið í gleymskunarhaf. Og ég ætla ekki að ná í það. Mér hefur verið fyrirgefið og í honum mér fyrirgefið. Þannig ég hvet okkur til þess að vera duglega við það að því að hver og einn sem hérna inni einstakur, einstök sköpun Guðs með einstaka áætlun fyrir lífið þitt. Þú kannski trúir því ekki í dag, en ég get lofað því ef þú leitar hans, þá mun hann sýna þér það. Þegar ég titra og skalf eins og Parkinson sjúklingur, handónýtur á sál og líkama, þegar ég kom inn í meðferð 2010, ég var svo gríðarlega illa farinn að það var bara dauðinn sem var eftir. Það var eina sem var eftir á mér. Ég gat ekki sofið, ég gat ekki vakað, ég gat ekki drukkið. Ég gat heldur ekki drukkið ekki. Ég var algjörum vítahring og ég var gjörsamlega ónýtur. Og að trúa því á þeim tíma að Guð geti haft einhverja áætlun í mitt líf var náttúrulega bara fásinna. Ég var sáttur við að koma til Íslands til þess að deyja. Ég var sáttur að fá, það var fullnaði mínum þörfum á þessum tíma að ég var komin til Íslands þar sem börnin mér voru og hér ætlaði ég og ég var tilbúinn til þess að deyja. Þetta var komið sem bara búið. Það var ekki, það gat ekki verið að væri eitthvað eftir þetta, það var bara ekki til í það í mér. En Guð hafði bara allt aðra áætlun. Alveg eins og hann hefur fyrir þig og þitt líf. Þér finnst kannski að heimurinn algjörlega vera hruninn. Fjármálin í rugli, samskipti við fjölskyldana búin að missa frá því börnin, sama hvað það Guð getur snúið öllum þessum hlutum við til góðs. Öllum. Og það minnsta mál, þetta bransinn sem hann í. Það að fixa vandamálin okkar. Hann alla daga að gera það. Og hann vill gera það fyrir þig. En þetta kostar þessa hluti fyrir líf okkar. Það nú ekki mikið sem við þurfum að gefa til þess að þjóna honum. Við þurfum bara að gefa honum líf okkar. Það nú ekki mikið. Með hvernig það eða allavega hvernig mitt líf var. Og við þurfum að gefast honum algjörlega. Ekki gleyma honum bara þegar við löpum hérna út í kvöld. Ekki gleyma því að hann bara ekki til. Og svo bara verði aftur svona rosalega trúaður og heilagur og finn svona rosalega góða tilfinningu bara næsta mánudag. Það virkar ekki þannig. Það sem við gerum þegar við komum hér saman, það til þess að hvetja hvort annað, til þess að geta lifað hina 6 dagana með Kristi fyrsta sæti. Og það gerum við með samfélaginu við hvort annað.
alveg eins og A-samtökin virka. Það að finna sér bænarhópa, það að finna sér kirkju til að vera í. United ekki kirkja, nema eins og Heppi kallar það, 12 spora kirkja, að það ekki skráð samfélag. Og það mikilvægt að eiga samfélag. Við verðum að tilheyra, krakkar, við verðum að tilheyra. Ef við tilheyrum ekki þá erum við munaðarlaus. Og það ekki gott að vera munaðarlaus. Miklu betra að eiga bræður og systur, fullt af þeim, sem við getum leitað til. Hversu oft hafa systkini mín ekki bjargað mér þegar illa hefur staðið á. Hvort sem það með bæn, fjárhagslega, eða bara alls konar hjálp. Og það þessi, ég ekki að tala um það að við eigum að loka og grafa og vera eitthvað költ þar sem enginn kemst að. Við ætlum að vera saman þjöppuð, nálægt hvort öðru, til þess að vera öflugri til þess að ná í fleiri í hópinn. Ekki loka og graf sem einhvers konar költ bara. Og lofa Guð bara einhvers staðar í leyni upp í Kópavogi og annar hæðinni. Heldur líf okkar sé algjörlega opið, okkar markmið að vera þéttur hópur sem vinnur saman, elskum og höldum utan hvort annað, markmiði að ná í fleiri sem á þeim stað sem við vorum á þegar við komum hingað inn. Og það bara biðja ykkur að við getum gert svona númer 1, 2, 3 í líf okkar í dag, að það að fara til þeirra. Við erum að horfa á allir sem eru hérna inni. Ég bókaði hver einasti maður sem hérna inni hefur núna bara síðustu 1-2 árum mist eitthvað sem var nálæður þér í gegnum A-samtökin, í gegnum þessa vegferð líf án áfengis. Fólk sem hefur fallið tilbaka inn í neysluna og ekki komast út úr því aftur. Við þekkjum öll eitthvað svona fólk. Ég misti bróður minn svona. Það fullt af fólki inni sem mist ættingja sína úr þessum sjúkdóm. Og við megum bara ekki láta staðan um. Við verðum að vera vitnisburður að það til lausn. Og Jesús Kristur lausnin. Hann eini vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ekki nokkur einasti maður kemst inn í himinin nema fyrir hann. Hann lykillinn inn í himinin. Þú getur verið í alls konar kukli út allan bæi, allar sveitir, í alls konar pollum og alls konar tjöldum. Það hefur ekkert með himnaríkisvistin að gera. Akkúrat ekki neitt. Það bara einn lykill að himninum. Og það bara eitt lykilorð í Jesú nafni. Það lykilorðið við okkar. Þannig að við skulum ekki láta að tæla okkur út í eitthvað vitleysu. Íslenska þjóðin alltaf verið svolítið spiritistar og við látum bjóða okkur. Ég var á kafi í miðlastandi. Ég var á kafi alls konar að leita frétta framliðnum. Þó Biblían segir að það Guði andstyggilegt, stendur í orðinu. En við getum ekki bara hluta út og segja, ég vil ekki trúa þessu, ég vil trúa þessu. Ef það eitthvað sem þú ekki alveg sáttu við, legðu það aðeins til hliðar. Guð mun sýna þér það. Haltu áfram að lesa orðið, haltu áfram að læra að þekkja hann eins og hann og hans gæsku. Ég ætla að enda líka að lesa nokkur versið viðbót. Og sálmarnir náttúrulega eru bara geggjaðir. Sálmur 25, góður og hreinskilinn drottinn. Þess vegna kennir hann syndurum veginn. Hann kennir okkur að ganga rétta veginn. Hann leiðir auðmjúka í því sem rétt og kennir auðmjúkum veg sinn, þann veg sem hann gekk. Og Jesús Kristur kenndi okkur. Hann var hér á jörðinu og hjálpaði lærisveinunum að búa til verkplani sem síðan farti yfir til okkar fyrir heilagan anda. Sálmur 27, ég trúi því og ég mun líta á gæsku drottins í landi lifandi. Og hversu mikil gæska þín sem þú hefur safnað þeim sem óttast þig og unni fyrir þá sem leita hælis hjá þér í augsýn mannkyns barna. Og líf okkar á að endurspegla Krist. Líf okkar endurspegla sem Guð hefur gert í líf okkar. Ég vil fara á fundi og það var oft sagt þegar maður fór á fundi sem hvernig stendur þau út alltaf glað, út alltaf brosandi, út alltaf svo jákvæður
og ég veit það svo mikið sem að ganga og ég veit það búið rosa erfiðir hlutir og ég veit það lögfræðimáli sem varst í þetta fyrir á árum, en þú ert alltaf glaður og þá segir jú, að því ég skilgreindi Guð í sporunum. Jesús Kristur. Þarna var ég ekki að tróða neitt trú upp á neitt. Þarna var manneskinn sem leitaði til mín og spurði mig. Hugsaðu hvað það gott. Að þið alltaf að tala með við sem að reyna að tróða ykkur trú upp á flug. Við myndum aldrei gera það hér. Við trúum á aðlögun en ekki áróður. Við viljum að þú aðlagast hérna inni. Ég vil að þú þarft ekki að gleypa þetta allt í einum bita. Ég fer ekki einu sinni fram á það. Ég gerði það ekki. Að þú megi bara aðlagast í hver trúin hver Guð hver heilagur andi hver einn þríeini Guð og hvað hann gerir í lífi okkar og hversu megnugur hann að gera í þínu lífi til þess að þú verði megnugur til þess að breyta lífi mannara. Sem að vera fullt af litlum Jesúm hoppandi allan bæ. Matteus 5 segir, en segir elskið óvinniðar og biðið fyrir þeim sem ofsækja. Þetta náttúrulega alveg svakalega gott dæmi fyrir okkur. Ég átti óvinn út allt, sko. Þeir voru allstaðar. En svo uppgötvaði að þeir voru ekkert óvinni mín, þetta var bara í mér. Ég var að jórtra á þessu rottueitri og vona að þeir myndu drepast. En það gerist ekki. Biðið fyrir þeim sem ofsækja, svo að þér séu synir föður yðar á himnum. Því hann lætur sól sína renna upp yfir vonda og góða og rigna yfir réttláta og rangláta. Allir eiga vonin í honum. Og fallegasta litla biblían, eins og við köllum það oft, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetið til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Því að Guð sendi ekki son sinn í heiminn til þess að dæma heiminn, heldur þess að heimurinn yrði hólpinn fyrir hann. Vá, þetta svo magnað. En Guð sýnir kærleika sinn til okkar í því að Kristur dó fyrir okkur meðan við vorum enn syndarar. Margir hræddir við þetta orð syndarar. Syndin, afbrotin, líf okkar sem við höfum ekki lifað samkvæmt vilja Guðs. Þannig að við skulum vera duglega að biðja, leita Guðs, lesa, tökum alkaversu okkar úr Filippíbréfinu, verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerðu öllum hlutum óskýrleika kunna Guði, hættum að láta þetta verða eins og hrærivél hérna í hausnum á okkur, öll þessi vandamál, allir erfiðleikarnir, lyftum þessu öll til Drottins og þá mun hans friður sem aðrir öllum skilningi varveita hjarta þitt og hugsanir þínar í Kristi Jesú. Og það þessi bæn þegar við förum þessa hluti upp til Drottins, látum hann vinna verkið. Hann vill fá að gera það fyrir þig. Biðjum, lesum, leitum Guðs, verum vitnisburður það hver Guð hvernig Guð greip inn í þitt líf, hvernig Guð gerði hluti sem þér voru algjörlega ómögulegir, hann gerði það mögulega. Líðan og neysla sem var engan veginn hægt að stoppa og þú gat alls ekki gert það sjálfur, hann gat gert það. Myrkrið, hann sást ekki eitt einasta ljós, hann tók þaðan út og inn í ljós. Og ef maður strikar undir allt, þá var það bara, hann tók út dauða inn í líf. Og vitið það yndislega líf, þrátt fyrir það sem að gerast í þessum heim í dag, að þá þessi ganga svo ótrúlega spennandi og skemmtileg. Man hlakkar til að komast á samkomu. Maður var alveg eyðilegur eins og ég var ellendis núna þennan tíma, þessa mánudaga og alveg bara, hvað mér langar að vera með. Svo baði ég yngum mínum að spila þetta yndislega fallega lag og það var ekki fyrir á leiðinni niður þegar ég uppgötaði, það er akkurat þetta sem ég átti að tala Að ég ætlaði að tala aðra hluti og Guð bara sýndi mér að við þurfum að læra gæsku og góðmennsku Guðs. Hann ekki reiður Guð, hann ekki vondur Guð. Hann Guð sem elskar. Hann elskaði svo mikið að hann sendi soninn sinn, einkasoninn, til þess að deyja fyrir þig. Til þess að láta kolryðgaða nagla keyrast í gegnum holdið á honum fyrir alla þína sjúkdóma, alla þína syndir,
alla þína erfiðleika, öll afbrotin þín. Og hann sigraði dauðan og reis upp og núna við hægri hönd Guðs. Þeir kumpónir, Guð og Jesús, sem eru tveir hlutar af þrenningunni, hinni heilaga þrenningu, þeir ákváðu að skilja okkur ekki eftir munaðarlaus þegar Jesús var farinn. Heldur senda heilagan anda til þess að þú og ég getum gert nákvæmlega sömu hluti og Jesús gerði. Og meiri, af því að hann gat ekki verið alls þar þegar hann var í holdi. Þess vegna við erum bara litlir Jesúar sem ætlum að leggja hendur við sjúk og þeir munu verða heilir. Reisa fólk upp frá dauðum, biðja fyrir fólki, fá lækningu á líkam og sál. Ef ekki að rísa á fæti, ég ætla að biðja mér langar að biðja fyrirbíðendur að koma fram, Laufey hérna og Guðrún og fleiri sem vil biðja. Ef það er eitthvað í þínu lífi sem þú vilt láta skoða, ef það er eitthvað í lífinu sem láta biðja fyrir, ef kvíðinn er að ná tökum á þér, og ég veit, elsku vini, hvað það er að vakna á morgnana með kvíðan hérna, með þessa ógeðslega krumlu hérna í maganum, rífandi í, það er svo sárt og það er svo vont. Og það skyggir á allt sem maður ætlar að gera, alla væntingarnar og vonir fyrir lífið, það er hvernig þrýstast niður þegar kvíðin og óttin er komin inn í líf okkar. En Guð getur tekið kvíðan og óttan bara burtu frá þér. Og bara einn fyrirbæn með yndislegu fólki fyrir heilagan anda, þá mun Guð koma með lækningu inn í þetta. Og hann mun gefa þessa vonin er svo að þú ferð yfir hennar vegg, þú horfir yfir hennar vegg, vandamála vegginn. Alveg eins og þegar hann labbaði á sjónum, á vatninu. Við löbbum á vandamálunum. Við þurfum að hafa trú að við sökkum ekki. Við höfum að trú að Guð hefur komið inn í þessar kringumstæður og tekið þetta burtu. Leið á vantrúin kemur, þá koma veggirnir upp á nýju. Og byrgi sín okkar fyrir lífinu. Bara Drottinn, við þökkum við fyrir náðina, fyrir miskunni þína og við þökkum fyrir að þú er svo yndislega góður og kærleiksríkur og skilningsríkur. Og ég bið þig, Drottinn, fyrir einum og sérkunni sem er hér inni, Drottinn. Ég þakka þér fyrir þau hjörtu sem þú ert að banka á núna, Drottinn. Og ég bið þig, Drottinn, að gefa þeim kjark og þor til þess að stíga fram, Drottinn. Koma hér fram til fyrirbæna. Fólk sem þekkir þig ekki og hefur ekki tekið ákvörðun og hafa ekki játað með munnanum og trúa með hjartan að þú sért Drottinn. Og þú vilt gera það hólpin. Og ég bið þig, Drottinn, að þú megir stíga hérna fram, Drottinn, og taka á móti þér sem leiðtoga lífsins, Drottinn. Takk fyrir þú elskar öll þín börn. Þú elskar alla án skilyrða. Og ég bið þig, Drottinn, þeir sem að berjast við afbrotin sín og get ekki fyrirgefið sér, Drottinn, ég bið að snerta sérstaklega við þeim. Þú segir orðinu að við að biðja, að við að fyrirgefa okkur sjálf alveg eins og þú hefur í Kristi Jesú fyrirgefið okkur. Og ég bið þig, Drottinn, að gefa okkur að koma hér fram, biðja saman, gráta saman, hlæja saman. Og við getum haldið utan hvort annað, uppar og hvort annað og styrkt hvort annað. Ég bið fyrir þessari viku sem framundan er. Megum við, Drottinn, vera vitnisburðið þig. Megum við segja í hjarta okkar, hér er ég, notaðu mig. Sendi í veg fyrir mig fólk, Drottinn, sem þarfnast að þín að halda. Sendu til mig fólk sem þarf að heyra sannleikann þig. Sendu til mig fólk sem þarf lækningu og lausnin í líf sitt. Gefðu mér kjark og þor til að leggja hendur við fólk, Drottinn, og biðja fyrir lausn og lækningu. Takk fyrir að þú gefur okkur trú, Drottinn, til að standa á. Trú, Drottinn, að þú munt vel fyrir sjá. Þú munt aldrei nokkuð tíma láta okkur verða til skammar. Aldrei nokkuð tíma. Við þurfum ekki að fyrirverða okkur fagnaðurinn með þig, Kristur Jesús. Bara blessum einn sem sér hvernig í Jesú nafni. Amen. Amen. Komið nú fram, skulum biðja saman. Það er gott að fá fyrirbæn. Kannski er það ekkert sérstakt sem er að gerast í lífinu, þá er bara gott að koma þetta fram og fá uppörvun, fá styrk og hvatningu inn í líf sitt. Amen. All my words fall short. I got nothing new. How
could I express